Tónleikagestir óttuðust öryggi sitt í hættulegum troðningi sem myndaðist á tónleikum FM 95 Blö í gær. 15 leituðu á bráðamóttöku. Tónleikahöldurum þykir miður að þessar aðstæður hafi skapast. Yfir 30 voru drepnir þegar skotið var á hóp fólks sem fékk úthlutað mat á Gaza í dag. Vitni og heilbrigðisstarfsfólk segir frá þessu, en samtökin sem sáu úthlutunina þræta fyrir það. ASÍ hefur til skoðunar mál 200 manns sem talið að hafi greitt óprúttnum aðilum hátt í 9 milljónir í skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi. Seinni umferð forsetakosninganna í Pólandi lauk nú klukkan 7 en kosningarnar gætu haft mikil áhrif á tengsl landsins við alþjóðasamfélagið. Útgönguspár eru væntanlegar á hverri stundu. Sjóstökk, siglingar og furðufiskasýning er meðal þess sem boðið var upp á í tilefni sjómannadagsins. Gott kvöld. 15 þurftu að leita á bráðamóttöku vegna troðnings á tónleikum FM 95 Blö í gærkvöld. Maður sem lenti undir mannmergðinni segir skiljanlegt að fólk hafi óttast líf sitt. Talið er að 10.000 manns hafi verið á tónleikunum sem voru í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal í gærkvöld. Á samfélagsmiðlum lýsir fólk miklum troðningi og hættulegum aðstæðum. Fólk upplifði miklar hæðslu, átti erfitt með öndun, öskraði og grét og óttaðist jafnvel líf sitt. Ólafur Thor var á tónleikunum og lenti í mesta troðningnum. Lenti þarna í miðjunni í stigunum og ég sjaldan sé mikið af fólki hrætt. Kom ókunnug manneskja að mér og bara bað mig hjálp og ég tók bara utan hana og við duttum saman ofan á fólk og fólk ofan á okkur og það stórsést á mér. Ég er allur marinn en ég var það heppinn að geta staðið fljótt upp og byrjaði þá að hjálpa að draga fólk undan fjöldanum. Hann sá fólk detta mjög illa og segir aðstæðurnar hafa verið þannig að skiljanlegt sé að fólk hafi óttast líf sitt. Mér fannst gæslan ekki gera nóg. Það var erfitt að finna starfsmann og hreinlega þegar þú komst að þeim eftir að tróður í gegnum mannfjöldan þá gerði þið voða lítið og eins og ég segi, ég var farin að hjálpa fólki á gólfinu og ég sá ekki neitt í gæslunni koma og stíga inn fyrir allt og seint. Fréttastofa ræddi við unga konu sem var flutt á bráðamóttöku í nótt. Hún fékk högg á bringuna, missti meðvitund og fékk í kjölfarið krampa. Unnusti hennar þurfti að draga hana meðvitundarlausa út úr þvögunni og hringja á sjúkrabíl. Hún segir að engin starfsmaður í gæslu hafi aðstoðað þau og þá hafi það tekið sjúkrabíl meir en 15 mínútur að komast inn á svæðið. Starfsmaður í sjúkraherberginu á tónleikunum segir að fleiri tugir tónleikagesta hafi þurft aðhlynningu. Þá hafa 15 leitað á bráðamóttöku eftir tónleikana, nokkrir með beinbrot. 3 voru flutt þangað með sjúkrabíl. Lögreglan þurfti að sinna fjölmörgum aðstoðarbeiðnum frá tónlistargestum, meðal annars vegna slagsmála og vopnalagabrota. Yfirlögregluþjónn segir að lögregla muni eiga samtal við tónleikahaldarann og yfirmann gæslunnar eftir helgi. Nordic Live Events sá skipulag tónleikana fyrir FM 95 Blö. Ekki hefur náðst í forsvarsmann þeirra. Í yfirlýsingu segir að mikið kapp hafi verið lagt á allt utanumhald. Meðal annars hafi verið tekin ákvörðun að gæsla yrði tvöfölduð miðað við það sem aðstandendum bar að halda úti. Það stangast hins vegar á við það sem Jens Andri Fylkisson sem fór fyrir öryggisgæslunni segir. Hann segir samtal við fréttastofu að krafa lögreglu hafi verið 65 manns í gæslu en ákveðið hafi verið að fjölga í 75. Í yfirlýsingunni segir að þeim þyki miður að þessar aðstæður hafi skapast á viðburði sem fór að öðru leyti vel fram. En tekist hafi að vinna hratt og örugglega úr málum. Mikilvægast af öllu sé að draga lærdóm af þessu. Ekki hefur náðst í Egil Einarsson, Auðun Blöndal og Steinþór Hróar Steinþórsson. Þeir birtu þó yfirlýsingu á Instagram á 7. tímanum. Þar segir að þeim þætti glatað að heyra að fólk hafi meitt sig eða orðið fyrir vondri reynslu. Það eina sem vaki fyrir þeim sé að skemmta fólki. Íslefur Þór Hallsson, þú ert formaður bandalags íslenskra tónlistarhaldara, velkomin. Tónleikahaldara. Þú varst ekki tónleikahaldarinn í þessu tilfelli, en hvernig horfir þetta við þér? Já, ég ætla kannski að segja fyrst, að því ég er formaður bandalags tónleikahaldara, að ég er ekki að koma til að verja það þegar ekki er staðið vel á hlutum og ég væri ekki að gera neinum greiða með því. Við viljum læra af þessu og gera betur og þá bara tala hlutina eins og þeir eru. Og ég held að þessi augljóst að hér var ekki vel að verki staðið
og þetta skrifast á tónleikahaldara alfarið og þeir þurfa að taka ábyrgð og það þarf að gera betur og það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta allt saman. Og hvernig hefði mátt koma í veg fyrir þetta? Já, þetta hús ekki byggt beint fyrir tónleikahald og þeir ákveða að vera með 9 klukkutíma dagskrá. Loftræstikerfið ekki byggt fyrir það að vera með 10.000 manns í 9 klukkutíma og ef þú ætlar að gera þetta þá þarf að taka ábyrgðina til þín að hugsa öryggi og velliðan gestana allan tíman og þú þarf að fara í aðgerðir til að þetta gerist ekki sem gerðist í gær. Eitt bara til dæmis að salurinn var 1 svæði, það væri betra til dæmis að hann væri 2 eða 3 svæði og auka útisvæði frá svæðunum. Það ómögulegt að 10.000 manns ætli á sama tíma á 1 stað og svo tilbaka. Það alveg augljóst að þetta mun gerast og þessi tappi mun myndast. Þannig að þetta bara, það hefði átti að vera hægt að stoppa þetta og komið í veg fyrir að þetta myndi gerast. En þú nefnir töluna, 10.000 manns. Það of mikill fjöldi fyrir svona viðburð? Nei, það ekki of mikill fjöldi. Það undir leyfilegu mörkum og við höfum haldið þarna marga tónleika með svipuðum fjöldi eða meiri og að því að var farið í ráðstafanir og hlutinni gerðir almennilega, þá gerðist þetta ekki. En manstu eftir öðru eins á tónleikum á Íslandi? Ja, þetta var svolítið svona í gamla daga, þá var þetta svolítið að gerast, að það voru óvanir tónleikahaldari kannski að landa stóru nöfnum og þeir voru bara svona einhvern veginn að skakklappast í gegnum þetta, til dæmis metalegi í Egilshöll og fleira og það þetta súrefnisleysi og komast ekki í súrefni og klósett og vatn og svoleiðis. Tónleikahaldari verður að taka ábyrgðina til sín. Þú með 10.000 manns á þinni ábyrgð í 9 klukkutíma. Þú ber ábyrgð á öryggi og heilsu og veljiðan þessa fólks. Það þitt frumhlutverk. Þú veist, það ekki nóg að sem að vera með gott sound og flott vídeo og flott svið. Það öryggi gestana og þú verður að taka þá ábyrgð til þín. Takk fyrir þetta. Takk. Yfir 30 manns voru drepin þegar skotið var á fólk í dreifingarmiðstöð fyrir hjálpargögn á Gaza. Sameinuðu þjóðirnar höfðu áður gagnrýnt kerfið sem Ísraelsmenn höfðu sett upp fyrir dreifingu á hjálpargögnum. Eftir að opna var fyrir aðgangað neyðaraðstoð til Gaza komu Ísraelsmenn upp dreifingakerfi sem hermenn vakta. Þeir sem sækja aðstoð hafa þurft að ganga í gegnum víggirtan stíg áður en þeir koma að sjálfri dreifingastöðinni og farið þeir inn og út sömu leið. Menn á vegum bandarísks öryggisfyrirtækis sjáum að hleypa fólki að aðstoðinni. Þessar stöðvar eru á vegum samtakana Mannúð á Gaza, sem eru ekki á vegum Sameinuðu þjóðanna en studd af bandarískum stjórnvöldum. احنا قلنا عليه كفايه عشان تكفينا يعني طلع ما كفتناش يعني في ناس اخذت تطلع كل الناس هذه ما اخذتش وش الفائده. This newly developed distribution scheme, for lack of a better phrase, is more than just the control of aid. It's essentially engineered scarcity. Í morgun virtist þessi herstjórn á einni dreifingastöðinni nærri Rafah í suðurhluta Gaza fara úr böndunum. Vitni segja að hermenn hafi fyrst skotið á fólk úr byssum, síðan úr skriðdrekum. Minnst 31 var drepinn. وطب وطخ عشوائي على الناس واطلاق تخبط في الناس والبارجه صارت تخبط اطلاق كبير بتفقع زي القنابل يعني كله كان طخ مباشر على الناس يعني لا في رحمه ولا بشيء. طب انتم بتقولوا في مساعدات وفي دين ودين طب ليش هيك بصير؟ راح بتجيب لك مثل عيش للولد هذا الصغير يجي يطخوه ليش طيب؟ ليه بيقولوا لهم روحوا على المساعدات؟ ليش بيقولوا لهم روحوا على المساعدات؟ Þrátt fyrir þessar og fleiri frásagnir, meðal annars frá læknum á sjúkrahúsinu þar sem hinir særðu voru fluttir, neita mannúðarsamtökin Mannúð á Gaza að þetta hafi átt sér stað. Dreifing hjálpargagna hafi gengið eðlilega. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur sagt hernum að halda baráttunni gegn Hamas á Gaza áfram af fullum krafti, óháð öllum samningaviðræðum vopnahlé. Annað hvort sleppi samtökin gíslunum sem þau hafa í haldi eða þeim verði eitt. Rökstuddur grunur að í kringum 200 manns hafi greitt óprúttnum aðilum milljónir í skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi að sögn verkefnastjóra hjá ASÍ. Á 6. tug vinnumansalsmála komu á borð Bjarkarhlíðar í fyrra. Brotaþolar voru oftast karlar eða 54% tilvika og konur 44%. Þá voru yfirmenn brotaþola yfirleitt gerendur eða 73% tilvika. Í 13% tilvika voru tengsl ókunn og þar á eftir komu vinir, kunningjar, ættingjar, núverandi eða fyrrverandi makar. Af 55 málum sem Bjarkarhlíð kom að á síðasta ári voru 44 tengdi vinnumansali eða 80%, flest í tengslum við mál Kvangsleys sem fjallað var á síðasta ári. 6 málana tengdust vændismansali. Bjarkarhlíð birti í vikunni mansalskýrslu fyrir árið 2024. ASÍ segist sjá mikið vinnumansal þessi misserinn. Við höfum mjög rökstuddan grun að
alltaf 200 manns, einstaklingar sem hafa komið hérna og fengið tímabundin atvinnuleyfi hafi greitt mjög háar upphæðir í skiptum til þá, annarkvort til þá beint til atvinnurekandans eða til einhvers milliliðar. Algeng upphæð séu 9 milljónir króna á mann. Þarna hefur atvinnu- og dvalarleyfiskerfið sem við eigum hér á Íslandi verið nýtt af þá einhverjum óprúttnum aðilum til þess að hafa launafólk að féþúfu. Brotaþolar mansals veigri sér hins vegar oft við að tilkynna því það geti leitt til breytinga á þeirra dvalarleyfi. Þá hafi fólk oftar en ekki tekið hálán og selt eignir í sínu heimalandi til þess að eiga kost á að koma hingað til lands. Við verðum að skilja að fólk að hugsa þetta til margra ára í senn. Það að hugsa að borga upp þessa skuld og svo seinna meir getur það skapa sér og börnunum sínum þá góða framtíð hér á íslenskum kjörum. Þannig að þetta svona nánast eins og fólk sé að afplána einhverjar aðstæður. Úkraínumenn sprengdu 40 rússneskar sprengjuflugvélar í drónaárás í Síberíu í morgun. Árásin hafði verið vandlega undirbúin og samþykkt sérstaklega af Volodymyr Zelenský, forseta Úkraínu. Rússar segja elda hafa logað í fjölda véla. Fyrir morgun voru 2 brýr sprengdar í rússneskum héruðum sem liggja að landamærum Úkraínu. 7 manns fórust og yfir 70 slösuðust. Rússar rannsaka sprengingarnar sem hryðjuverk og hefur rússneskur þingmaður kennt Úkraínumönnum Rússar gerðu á sama tíma metfjölda drónaárása á Úkraínu. Fulltrúar Rússa og Úkraínumanna hittast í Istanbúl á morgun til að ræða vopnahlé í stríðinu í Úkraínu. Flugrekstrarstjóri Icelandair segir gasleika í líkingu við þann sem varð borð í vél United Airlines í gær afar óalgengan, en að þó séu dæmi að slíkt hafi gerst. Engir mælar eru í flugvélum sem greina óæskilegar gastegundir í rýmum vélana. Hátt í 200 manns voru borð í vél United Airlines í gær þegar henni var lent hér á landi vegna skyndilegra veikinda hjá nokkrum farþegum og áhöfn. Talið er að hafi verið að ræða kolmonóxíðeitrun, en kolmonóxíð lyktarlaust gas sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir fólk. Þó svo þetta sé mjög sjaldgæft þá höfum við heyrt þetta en það er orðið ansi langt síðan. Loftgæðavandamáli í farþegaflugvélum séu hins vegar ekki ný af nálinni. Og við eins og flestir flugrekendur höfum átt einhvers konar tilvik slík vandamál. Þetta er meira lengra aftur í tíman þegar að olíutegundir og glussategundir sem eru notaðar borð í þessum flugvélum voru af öðrum toga en þeir í dag. Engir mælar eru borð sem greina gastegundir í rýmum vélana. Þessi mælitæki eru illfáanlega í dag og ekki nógu fullkomin að þykja, þannig að svo stöddu erum við ekki með svoleiðis mæla borð hjá okkur. Fólk þurfi hins vegar ekki að hafa áhyggjur. Þetta er ákaflega sjaldgæft og þó að það geti komið til og það verði til þess óþægindi að þá er það í það litlu magni að það telst ekki hættulegt. Við höfum ekki tilvikum þar sem hafa orðið slys á fólki eða alvarlegir atburðir komið upp borð í flugi sem er ekki til þessa. Seinni umferð forsetakosninganna í Póllandi fóru fram í dag og var kjörstöðum lokað nú rétt fyrir fréttir. Búist var við að mjóttirði á munum en fyrstu útgönguspár birtust nú rétt í þessu. Hallgrímur Indriðason, hvað sýna þessar spár? Ja, þetta er náttúrulega ennþá tæft og í raun innan skekkjumarka eins og að reikna með, en samkvæmt þessum útgönguspám Rafał Trzaskowski sem borgarstjóri Varsjár og bandamaður núverandi ríkisstjórnar miðju og frjálslyndra flokka sem vann fyrstu umferðina naumlega. Hann með 50,2% fylgi, meðan Karol Nawrocki, sagnfræðingur og bandamaður laga og réttar þjóðernisflokksins með 49,8%. Fræðingar segja þetta sé innan skekkjumarka, endanleg úrslit liggja ekki fyrir á morgun en engu að síður Trzaskowski búinn að lýsa yfir sigri í þessum kosningum. Og hvaða þýðingu myndi það hafa ef þetta fer svona? Já, sigur Trzaskowski náttúrulega mikill sigur fyrir ríkisstjórn Donald Tusk forsætisráðherra. Gerði honum í raun og veru kleift að koma á þeim umbótum sem svona væru í andstöðu við það sem fyrir ríkisstjórn lagar og réttar gerði. Það til dæmis að réttindi hinsegin fólks aukin, hinsegin pör gætu staðfest samvist sína, ströng skilyrði þungunarofs sem fyrir ríkisstjórn setti á yrðu rýmkuð og Pólland myndir færast miklu nær Evrópusambandinu en það hefur verið að gera og þetta þýðir þá að forsetinn verður í raun engin hindrun í að koma þeim umbótum á sem en forsetinn hefur náttúrulega neitunarvald gagnvart frumvörpum ríkisstjórnar ef þau ná ekki ákveðnum meirihluta. En
Það voru fjölmargir Pólverjar hér á landi sem kusu í þessum kosningum í dag og Margrét Adamsdóttir fréttamaður tók nokkra þeirra tali væntingar til nýs forseta. Nadzieję, że wygra najlepszy, mądrzejszy i właściwszy dla naszego kraju prezydent. Naszego. A co by pani chciała, żeby ten prezydent zrobił? No, żeby opiekował się swoimi obywatelami, kobietami, żeby był zgodny z własnym sumieniem. Tego się spodziewamy. A jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, jak pani śledziła kampanię wyborczą? Czy było cokolwiek robione tutaj, dla tutejszej Polonii? Jakikolwiek kandydat próbował dotrzeć do wyborców, czy nie? Tak naprawdę powiem szczerze, tylko i wyłącznie online, czyli Facebook, YouTube i telewizja. Tutaj tak naprawdę nic nie było, żeby czegokolwiek się dowiedzieć. Nie było żadnych kandydatów, więc no idziemy na całość, tak na żywo, więc zobaczymy, co będzie. Wydaje mi się, że po prostu dużo Polaków po prostu głosuje jakoś niezgodnie ze swoimi jakimiś sumieniami, jakimiś oczekiwaniami, po prostu wybiera mniejsze zło, więc zobaczymy. Tak, to takie bym powiedział właśnie hasło ostatnich dni, mniejsze zło, wybrać mniejsze zło. Jak można było zauważyć, generalnie ta siła polityczna w Polsce się dość znacznie rozbiła. Licząc tak uczciwie, też liczymy na uczciwe liczenie głosów, bo porównując sytuację, jaka wystąpiła w Rumunii, no dość ciekawie niezapowiedzianie, gdzie prawica miała większość, przegrała i jak można się domyśleć, no ta uczciwość komisji też jest istotna w wyniku tych wyborów, myślę. Myślę, żeby Polska nie odstępowała od Europy, żeby Polska dalej mogła uczestniczyć we wszystkich europejskich postanowieniach, czy jak to nazywa się, jakichś rezolucjach, ciężko nazwać takie rzeczy. I żebyśmy dalej byli w Unii Europejskiej, żebyśmy dalej byli jej częścią. Nikótínpúðar eru orðnir langalgengasta form nikótínneyslu á Íslandi. Nærri þriðjungur ungra karlmanna notar púðana daglega og 21% kvenna. Notkunin hefur aukist jafnt og þétt frá því landlæknisembættið fór að taka saman tölur árið 2021. Hlutfallið mun lægra í öðrum aldurshópum og ef litið á landsmenn í heild hlutfallið tæp 12%. Á sama tíma hafa reykingar dregist saman. Nú svo komið að innan við 6% fullorðina segjast reykja daglega. 5% nota rafrettur og rúmlega 1% tóbak í vör. Lára Guðrún Sigurðardóttir læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, velkomin. Takk. Þessi mikla aukning í notkun púða, hún skýrist af einhverju meiru en bara því að fólk að hætta að reykja og nota púða í staðinn, ekki satt? Algjörlega, og alveg frá árinu 1990 og jafnvel fyrr þá sáum við stöðuga lækkun í tíðni reykinga hér á landi. Og enda sjáum við líka þegar við skoðum tölur hverjir að nota nikótínvörur aðrar en sígarettur að það aðalega ungt fólk á aldrinum 18 til 24 ára og upp í 30. Þetta er fólk sem har aldrei reykt áður. Já, en getum við þó sagt að það sé bakslag í forvörnum? Algjörlega. Og ég held að fólk, þessi vara er náttúrulega markasett af tóbaksfyrirtækjunum sem eiga núna þessi fyrirtæki og sem ákveðin vara sem þau skortir og með það eru ímynd að þú fær betri ímynd og valdeflandi en á endanum þá er að nikótíni sem að hertekur heilanðinn og það sem að nikótín í þessum vörum er miklu herri styrkleika heldur en í sígarettum að þá hefur það meiri neikvæð áhrif á taugakerfið heldur en sígarettur. Sko því haldið fram að það sé ekkert tóbak í púðum, bara nikótín. Hvaða áhrif hefur nikótín á líkamann? Ég vil segja að ég ekki sammála því að nikótín sé ekki tóbak því að nikótín kemur úr tóbaksplöntinu þannig að þetta skilgreiningaratriði, við getum flokkað þetta sem tóbak en nikótín bara vel þekkt taugaeitur og fíkniefni sem að breytir taugatengingum í heilum og sérstaklega þá hjá ungu fólki sem hefur ekki tekið út fullan þroska sem er upp til 25 og núna segja sumir upp til 30 sem að heilin er að taka út fullan þroska. Þannig að það leiði til þess að, og við sjáum til dæmis á Vogi að það eykur verulega líkur á kvíða, svefntruflunum, það dregur úr einbeitingu, það verður auka líkur á athyglisbresti og svo fram eftir götum. Það er erfiðara með tilfinningastjórnun og að hafa hömlur á eigin hvötum. Og hvað þarf að gera til þess að snúa þessari þróun við? Já, fræðslan náttúrulega dugar ekki
ein og sér og það vitum við út frá lýðheilsusjónarmiðum, þannig að það þarf að setja reglugerðir. Gallinn núna er sá að nikótínvörur falla undir sérlög, ekki undir tóbaksvarnalög. Tóbaksvarnalög þau miða að því að draga úr heilsufarslegu tjóni í samfélaginu á meðan nikótínlögin þau aðalmarkmið þeirra er að heimila sölu, dreifingu og markaðssetningu nikótínvara. Þannig að við þurfum að fella nikótínvörurnar eins og fyrrum heilbrigðisráðherra var byrjar að vinna með, taka allar nikótínvörur og setja undir sama hatt undir tóbaksvarnir eða þá ef mann vilja undir lyfjalög. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Það var sjómannadagurinn. Ungir sem aldnir flykktust niður á Höfn til að fagna hetjum hafsins þegar að sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur all land í dag. Þetta er hvíti kráka. Furðufiskasýningin er alltaf vinsæl hjá yngstu kynslóðinni. Klassikur. Ferfætlingarnir virkuðu líka áhugasamir fiskana. Vitið þið hvaða fiskur þetta er? Steinbítur. Hann er svolítið skrítinn þessi. Já. Myndirðu vilja borða svona? Kannski svona einn bita. Er þetta ekkert kalt? Nei, ekki. Bara hressandi? Já. Eða þér, finnst þetta svolítið kalt? Nei, ég er í góðum galla. Það er mér eiginlega bara ekkert kalt, sko. Hafnfirðingar flykktust niður á Höfn í tilefni dagsins og það var ýmislegt í boði, bæði fyrir unga sem aldna. Hvað ertu að smíða? Bát. Nei, býtu, og af hverju ertu að smíða bát núna? Af því að sjómannadagur. Og gamlar hetjur hafsins fengu viðurkenningu fyrir vel unnin störf á sjó. Ég óska þér allra heilla og farsældar ókominna. Þetta er undirstaða afkomu Íslendinga. Það er mikil barátta á gangi núna. Komið alltaf innur á Höfn á sjómannadaginn? Já, Já. gerum það. Röltum hérna yfir. Þetta er bara sem að var alinn upp við, sko. Ágætisveður í dag, Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, en það hafa verið gefnar út veðurviðvaranir, appelsíngular og gular. Hvenær taka þær gildi? Já, það er að kólna og hvessa í nótt og á morgun hefur verið varað við vindi og hríð á norðvesturlandi strax í fyrramálið og svo norðausturlandi þegar líður á daginn og svo taka við viðvaranir áfram allt land aðfaran á þriðjudags og eiginlega allan þriðjudaginn. Á þriðjudaginn, en hvernig verður þetta þá á morgun? Á morgun þá verður norðlæga átt og hríð á norðvesturhluta landsins og á norðausturlandi einnig en strekkingsvindur hérna vestan til og yfirleitt þurrt á Suðurlandi. En það er komið fram í júní og fólk er komið í ferðagýrin og sumargýrin. Hvað ber að varast? Það er kannski best að varast að vera ekki á ferðinni á sumardekkjum og eins þegar hvessir aðfaran á þriðjudags að huga að húsgögnum og öðru allt sunnan og vestanvert landið, til dæmis úti húsgögnin og bílar og ökutæki sem taka á sig mikinn vind ættu svona að fresta ferðum sínum. Einmitt, við fáum nánari fregna þessu eftir. Takk fyrir. En þá ætlum við að líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Við tökum stöðuna á kvennalandsliðinu í fótbolta sem er komið heim frá Noregi og mætir Frökkum á Laugardalsvelli í þjóðadeildinni á þriðjudag. Við þurfum alltaf bara að fá 3 stig og við ætlum okkur það. Við sjáum brot úr nýjum þáttum söguliðsins og skoðum jafnframt sögu Laugardalsvallar. Fjölmargir leikir eru spilaðir í bestu deild karla í dag. PSG vann sögulegan sigur í meistaradeildinni í gær og svo er það torfæra í íþróttafréttum hér strax að loknum fréttum. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Tónleikagestir óttuðust öryggi sitt í hættulegum troðningi sem myndaðist á tónleikum FM 95 Blö í gær. 15 leituðu á bráðamóttöku. Yfir 30 voru drepnir þegar skotið var á hóp fólks sem fékk úthlutað mat á Gaza í dag. Vitni og heilbrigðisstarfsfólk segir frá þessu en samtökin sem sáu úthlutunina þræta fyrir það. ASÍ hefur til skoðunar mál 200 manns sem talið er að hafi greitt óprúttnum aðilum hátt í 9 milljónir í skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi.
Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn og það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Systraslagur, saga kvennalandsliðsins. Heimildaþáttaröð íslenska kvennalandslið í knattspyrnu